Já, Sigþóra, til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn í hálfmaraþoni. Já, takk fyrir það. Hvernig gekk þér í hlaupinu í gær? Bara mjög vel. Ég átti bara mjög gott hlaup. Já. Og náði bara að hlaupa það nokkuð jafnt og náði að bæta tíminn 2 mínútur. Já, hvað var tíminn? Hann var 1:20:43. Já. Jöfnun á breytameti upp á sekúndu. Já. Þannig að ég hefði viljað kannski hlaupa 1 sekúndu hraðar. Já. En samt bara mjög ánægð með að hafa bætt tíminn minn. Já. Þú varst í undirbúningshóp fyrir þetta og varst að skipuleggja þetta hlaup. Svona hvernig eru þið sátt við í rauninni framkvæmdina og svona hvernig það gekk allt saman? Já, við erum bara mjög ánægð með hlaupið. Bara gekk vel og gekk allt upp. En þetta var svona smá stress aðdragandi hlaupsins þegar það var búið að grafa sundur hluta leiðarinnar bara fyrir nokkrum dögum. Þannig að það er búið að vera svolítið stress og svona að reyna að redda því. Já. En annars bara gekk allt mjög vel. Búið að vera mikil vinna, þannig að það búið að vera svolítið stress og svona, hvað segir mér, og bara mikið að gera. Þannig að alveg sátt með að ná líka góðu hlaupi. Já, ég sá ekki betur. Þetta var bara mjög skemmtilegt þetta í gærkvöldi og veðrið var bara mjög gott. Já, einmitt, við fengum úrhelli bara rétt fyrir start, þannig að það var svona, svo stytt upp áður en við störtum, þannig að það bara, má segja, bjargaðist, annars var bara hlýtt og svona gott hlaupaveður. Alltaf einhver vindur í Íslandi, en ég held að það voru samt bara, getum við ekki beðið betra, hvað segir maður, betra veður, minni vind. Nú var þessi 21 km leið, hún var aðeins breytt, nú voru 2 10 km hringir. Já, einmitt. Ég heyrði svona aðeins frá hlaupurum að þeim fannst það bara mjög gott vegna þess að það var stutt tilbaka. Akkurat. Er þetta eitthvað sem þið heyrðu líka eða? Já, einmitt, og það var rauninni ástæðan að við ákveðum að gera þetta núna. Þegar gerum þetta í fyrra þurftum að gera það út á vegaframkvæmdum út í sveit. Já. Þannig að þá neyddumst til að fara 2 hringi, en það flestir létu betur að því og einmitt þetta er fyrsta skipti sem ég hleyp þessa 2 hringi og mjög svona sammála. Þetta er munur að hlaupa bara 2,5 km á móti í vindinum. Stað fyrir ef maður hlaupur út í sveit, það er alveg 7,5 km. Þannig að maður getur alltaf haldið haus kannski 2,5 á móti vindi, en það er svona aðeins erfiðara að þetta komið í 7,5. Þótt að það sé mjög falleg leið að hlaupa út í sveit. Það er svona, já. Ég fór nú smá hring sjálfur í gær og brautin er náttúrulega gjörsamlega marflöt, sko. Já, það er akkurat málið. Ég sé bara 0 hækkun alla leiðina, sko. Það er eiginlega þannig, sko. Þannig að þetta er hröðbraut og mjög svona góð til bætinga. Heyrðu, segðu mér annars bara frá því sjálfri. Þú svona tiltölulega nýkomin inn í hlaupa geran á þessu svona topp leveli, sko. Já, einmitt, akkurat. Hvað hefurðu verið að gera undanfarin ár? Undanfarin ár? Já, ég er búin að vera svona hlaupa markvisst frá 2017-18 og eftir ég meina bara sen ég byrjaði að hlaupa. Já, akkurat, og þá byrjaði, eiginlega kannski í Utøya, til dæmis fara í Laugaveginn, svona, svo er ég búin að vera svona stefna, horfa svolítið á götuna, mér finnst alveg gaman að hlaupa hratt og bæta tímana. Þannig að það bara gengið mjög vel og hefur verið að, fara í ýmis hlaup. Já, hvernig er á Akureyri með, þið eru með hlaupahóp, ÖFA Eyrarskokk? Já, einmitt. Er mikið af fólki að hlaupa og góð þátttaka og stemning? Já, hann nefnilega, Eyrarskokkshópurinn er búinn að alveg bara springa út síðustu ár, sko. Það er alveg, fjöldinn allur sem mætir á æfingar og þetta er bara, bara eins og vilja flest annars staðar, bara hlaupin að springa út og hreyfing og þannig að þetta er mjög svona flottur og góður hópur, myndi ég segja. Hvað er framöndan hjá þér? Hvað eru næstu hlaup í sumar? Já, það er bara góð spurning. Ég var einmitt að reyna bara að hugsa það sjálf. Þannig ég er svona aðeins að fara yfir hlaupi sem eru framöndan inn á Íslandi. Ég er ekki alveg búin að, ég ætla allan að fara í Súlu Vertikal og Reykjavíkurmaraþonið. Og svo stefni ég á Köpen hálfmaraþon í september. Þannig þá þarf alltaf að fara undir 1:20. Það er alveg hreinlega. Það er náttúrulega flott markmið. Já, akkurat. Ég segi bara gangið vel í hlaupunum í sumar og takk fyrir spjallið. Já, takk sömuleiðis.